Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Vilhjálmur Árnason nýkjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ eftir leiðtoga prófkjör síðustu helgi. Velkomin í sjónvarp Víkur Vilhjálmur, og til hamingju. Takk fyrir. Þú fyrst rúmlega helming atkvæða, en hversu sigurviss varstu fyrir þetta leiðtoga prófkjör? Með við þá hvatningu og svona áskorun sem ég fengi í aðdragandanum, að þá var ég nú mjög bjartsýnn því ég lagði á stað. En þegar maður leggur á stað í svona vegferð tekur maður engu gefnu og þorir ekki að treysta neinu fyrir að búa að telja upp úr kössunum. Hverju þakkaru sigurinn? Ég þakka sigurinn sérstaklega bara þeim mikla samtakamætti hjá því fólki sem kom með mér í þessa vegferð og aðstoða mig í þessu. Að þetta var samheldinn hópur sem hafði bara skýra sýn til framtíðar fyrir Reykjanesbæ. Og það var sá samtakamáttur sem vann vel að þessum árangri. Það kom upp gagnrýni þegar þú fórst í vísindaferð með unga sjálfstæðismenn. Þeim stóð til boða áfengi og ferðin endaði fyrir utan kosningastað ykkar í Grófinni í Keflavík. Þú ákvaðst að svara ekki fyrir þetta. Af hverju? Ég var ekkert svo sem að svara fyrir. Það var ekkert að svara fyrir þessari frétt. Þetta var eitt af besta sem kom upp á í kosningabaráttunni. Mesta auglýsingin. Þetta var mesta auglýsingin að ég væri með unga fólki með mér og það væri mætt í Sjálfstæðisflokkin. Þetta efldi lýðræðislega þáttöku og takturinn í mínu framboði var miklu betri eftir þetta og það var ekkert að svara í fréttinni, en það kom ekkert fram í henni sem þyrfti að svara, annað heldur en að unga fólki kom og frá eitthvað fræðast atvinnu uppbygging og tækifærin hér í Helguvík, sko. En fannst þér eðlilegt að stoppa ferðina fyrir framan kjörstaðinn, utan kjörstaðinn, eða ykkar heimili í Grófinni, Sjálfstæðismanna? Já, ég bara veit nú ekki alveg hvort að það var ósk þeirra sem voru í ferðinni eða hvort að hver ákvað það, sko, en það sem ég tók nú eftir var hvað voru fáir sem nýttu sér það að kjósa, þannig að það var augljóst val þeirra að fara að kjósa sem voru í ferðinni, þannig að ég bara fagna alltaf aukinni þáttöku í svona, og þetta náttúrulega stærsta prófkjör sem við verið haldið hér og frábær þáttaka. Við fengum eiginlega bara jafn mikla þáttöku eins og hjá flokki á höfuðborginni. Ég fekk fleiri atkvæði heldur en nýkjörinn oddviti Viðreisnar sem var í rafrænu prófkjöri, þetta stærsta prófkjör í sögunni. Þannig að ég mjög glaður yfir þessa þáttöku og það tók jafn margir þátt í þessu prófkjöri eins og kusu flokkin síðustu sveitarstjórnarkosningunum. Hún sér nú meðberinn og þáttökuna og það eitt af áhyggjefnum hér í Reykjanesbæ hvað kosningaþáttaka hefur verið lítil. Þannig að ég er bara gríðarlega ánægður yfir því að ungt fólk var svona virkuð þáttakandi þessu og hvað kosningaþáttakan var góð. En hvað var til þess að þú ákvaðst að skella þér í þetta í oddvita prófkjör? Það var margt í því, eins og ég kom inn á áðan að þá fann ég vissulega fyrir mikilli hvatningu og af hverju var það? Jú, fólk sá að það var svona tækifæri til þess að gera enn betur hér á Suðurnesjum og töldu að einstaklingur með þá reynslu og þekkingu og svona þessa stöðu sem ég hef kannski að vissu leyti áunnið mér með það að vera þingmaður svæðisins að vera 13 ár, að það gæti hjálpað við að nýta þau mikilvægu tækifæri sem voru hér. Og svo ég náttúrulega býja í þessu samfélagi núna með mína fjölskyldu og ég sé bæði tækifærin hér og hvað hægt að gera enn betur. Þannig að mér klæjaði bara í fingurnar að fá að taka þátt í þessu verkefni, og þegar þú ert í stjórnmálum að þá verður líka að taka við stórum áskorunum og stórar ákvarðanir, og þannig að mér langaði bara að gera það heislíkt því sama. Þannig að það var náttúrulega margir búin að benda á það að þú sett starfandi þingmaður, eins og þú segir, búin að vera 13 ár og akkur einbyttur ekki af því og líka það nú ekki margir Suðurnesjamenn að þingi, ef við segjum að þú sett orðin Suðurnesjamaður, búandi líka í Njarðvík, og þó að þú sett grindviskur, hvað ég var að segja, Skagfirðingur eða? Ég segist alltaf að Skagfirðskur grindviskur sem býr í Njarðvík, já.
að það passar alveg. Af hverju ég ekki áfram í þinginu og erum við að veikja stöðu Suðurnesja með að ég fari þaðan? Ég segi, eftir þessa miklu reynslu sem ég hef að þinginu og árangur sem ég náð þar og ekki síst ég að mynda bara traust og þekkja kerfið og búa bara til viss tengsl, líka viðkynningu í fjölmiðlum og annars slíkt, að þá tel ég mig að geta haft gríðarlega áhrif innan þingsins þó ég hafi ekki eitt atkvæði í stjórnarandstöðu lengur og ég vil nýta þessi áhrif líka til góðs hér fyrir samfélagið á Suðurnesjum og nýta tækifærið. Þannig held ég að þess vegna ég orða þetta að þetta svona 2 fyrir 1 tilboð sko. Þannig að ég get bæði haft áhrif á þinginu með þekkingu og tengslin í kerfi til góðs og við getum þá nýtt okkur það hér til þess að bæði tala upp svæði og benda á tækifærin og hvað við búum í frábæru samfélagi og með góðan efnivið til þess að byggja á. En leið ef við erum samt með áskoranir að það sé þá að leita beint í stjórnkerfið með það. Þannig að ég orða við þurfum ekki alltaf að vera að hengja út skíta á þóttinu okkar. Þannig að við bara frekar bara fara beint í stjórnkerfið. Ég með þau hérna í símaskráni og ég veit hvert á að leita. Þannig að það getur sparað tíma og þá held ég bara hagnist allir af því. Og kom þessi umræða strax upp þegar að þú fékkst þennan svona stöðning og óskir og að þú færir bara allar eið og þú vildi komast í bæjarstjórastólinn? Já, ég hef fundið það alveg bara þverpólitískt finnst mér undanfarið umræðinu hérna undanfarið árið að fólk vilji pólitískan bæjarstjóra og og ég held að bæjarstjóri nái bara að sinna sinni ábyrgð og sinni störfum betur þannig og ég hef oft sagt það að Kjartan hefur staðið sig vel og verið flottur bæjarstjóri en ég hugsa hann hefur oft sem hann hefur viljað haft aðeins skýrara umboð og gert hlutun öðruvísi hefði hann verið pólitískt kjörinn. En aðeins aftur Alþingi finnst þér þetta sanngjarnt gagnvart þeim kjósendur sem kusuðu síðast á Alþingi að þú segir bara bless núna, mér langar frekar að fara í Reykjanesbæ? Ég hef allavega ekki fundið neina gagnrýni hvað það var þar. Hún hefur bara ekki komið upp í öllu ferlinu heldur hef ég fundið fyrir gríðarlega miklum stuðningi í þessu og eins og ég segi að ég ennþá og verð áfram allan að fram að næsta landsfundi í ritari Sjálfstæðisflokksins. Ég hef ennþá tekkinguna og reynsluna þannig að fólk getur áfram leita til mín og það þótti mér mjög vænt í þessu prófkjöri hvað komu margir að hjálpa mér sem ég hafði verið að vinna með og voru með stuðningsyfirlýsingar yfir því hvernig ég hef hjálpað þeim. Ég hef oft sagt að við stjórnmálamennir erum svolítið almannatenglar fólks í gegnum kerfið og margir sem hefðu nýtt sér samskipti mín á slíkan hátt voru mínu mestu stuðningsmenn núna í prófkjörinu sem sýnir þá að þetta hefur skipt máli. Og þannig að fólki veit af því að ég ennþá til staðar fyrir það þó að ég fari á annan starfsvettvang og get gert samfélaginu gagn þar. Hvað sagði oddviti ykkar í Suðurkjördæmi, Guðrún, þetta? Jú, hún Getur að hafa ráðfært eða heyrti í áður? Já, ég búin að ræða við Guðrún og marga aðra í þinginu og ég get alveg sagt að það hefði alveg sem áhyggjur af því að ég færi með mína reynslu og þekkingu út úr þingflokknum og annað slíkt en við erum öflugan þingflokk þannig ég hef ekki áhyggjur af því. Ok, við skulum aðeins leika okkur inn, förum inn í framtíðina. Nú svo var það kosningar í vor og ef að þið bara lendið aftur í minnihluta, hvað ætlar að gera þá? Þar myndi ég bara taka svolítið stöðuna þar og ég mun sama hvernig fer mun ég alltaf vinna fyrir samfélagi hér á Suðurnesjum hér eftir sem hingað til þannig að ég mun bara gera allt sem að mínu valdi til þess að vera áfram liðsmaður í því að tala upp svæði, vinna fyrir svæðið og annað slíkt Þannig ég held að það þá mikil bara umræða hversu mikinn þátt, hvort maður væri eitthvað hversu mikið að hlutverk maður myndi taka að sér eða hvort maður myndi bara skipta því að við ætlum náttúrulega að bjóða fram öflugan og kröftugan lista
þannig að það gerir svona engin einn, þannig að ég að fara í framboð sem oddviti öflushóps þannig að náum við ekki að komast í meirhluta þá mun það kannski bara hafa áhrif á verkaskiptingu hópsins. Þú sér fyrir þér áfram þá sinna þínu starfi á þingi en jafnframt vera bæjarfulltrúi? Já, ég mun Þú munt ekki hætta sem bæjarfulltrúi? Við þurfum bara að taka stöðuna þannig þá sko, og kannski get ég horfið til einhver allt annar að starfa sko, og þannig að maður getur aldrei sagt nákvæmlega hvernig framtíðin hefur skotið sér en staðan í bæjarfélögum eins og okkar er nú þannig að bæjarstjórnarstarfi alltaf með, það allir held ég bæjarfulltrúar í fullri vinnu og annað slíkt þó að alþingistarfi sé nú ekki nein venjuleg vinna, það ekki 8-5. En finnst þér þegar þessi umræða þú vilt fá bæjarstjórastólinn og þið stefnið hátt en haldið að þetta get ekki komið og gert ykkur aðeins erfiðara fyrir að ef þið fáið ekki hreinan meirihluta sem að við getum sagt kannski að sé frekar líklegt en þú kannski mótmáli því að þá þarf það að fara að semja við aðra flokka því langar að komast í meirihluta Reykjanesbæjar, ykkar flokkur. Finnst þér ekkert vera að gera að ykkur erfiðara fyrir með því að segja við viljum vera bæjarstjóri? Eða þú? Nei, sko, við erum bara að koma skýrtum fram með að það á stefnun okkar að hér verði pólitískt skipaða bæjarstjóri. Við segjum strax hver verður okkar bæjarstjóra efni. En við höfum aldrei sagt það að við séum að fara inn í þessa baráttu og gera ráð fyrir að við fáum hreina meirihluta. Við gerum frekar ráð fyrir því að þurfa að vera í samstarfi. Og út af það genga stjórnmála að geta unnið saman. En við komum bara hreint fram hver að það okkar stefnu að það sé pólitískt bæjarstjóri og af hverju höfum það á okkar stefnu, eins og ég sagði áðan. Að það út af því að þá eru skýrar leyni, skýrar umboð og svona hægt að halda, þá ábyrgðin líka meira hjá bæjarstjóranum og svo en við gerum líka ráð fyrir að það þurfa að vera þá samstarfsflokkar og þá má væntanlega þá lesa bara í það að sá sem að fær svona afgerandi umboði að það hlýtur að vera það bæjarstjórefni sem öllum líst við. Ég býst við því að hinni flokkarnir bjóða líka fram bæjarstjórefni, allan sumir þeirra getur vel verið einhverju síðan þeirri skoðun að ráða bæjarstjóra og þá bara leggja þér það á borðið. Þannig að þú tilhör þetta muni ekkert veikja ykkar svona samstarfsmöguleika með öðrum flokkum? Nei, ég tel það nú ekki. Ég held að þetta bara auðveldi samtalið að það liggi fyrir hvert við stefnum og hvað við viljum og það hjálpar þá kjósendum líka. Og ef einhver kjósendur vilja hafa ópolítiska bæjarstjóra þá vita þeir allan hver að hafa okkur. Já. Hvernig finnst þér og hefur fylgst vel með starfi þinna félaga í Sjálfstæðisflokknum í minnihluta núna undan 3 kjörtímabil? Já, þau hafa bara verið flott og öflugt fólk sem við höfum haft og við erum bara að fara að halda áfram náttúrulega með þeirra stefnu, þau hafa talað skýrt gegn þessari þróun í skipulagsmáli sem hefur verið hér, hvernig fjölbílunum hefur fjölgað og við viljum meiri sérbíli. Þannig að þau hafa lagt ríka áherslu á það að fjölga sérbílislóðum og liðka til í því skipulagi. Þannig að það eitt af því sem við erum að leggja áherslu á núna. Annað mál sem að þau hafa líka verið að gagnrýna og nú á dagskrá bæjarstjórnarfundur á morgun held ég áfram. Fyrirspurn þeirra varðandi hvernig eru gerðar kostnaðaráætlanir og staðið að framkvæmda kostnaði hér í bænum. Og þannig að við viljum taka það fastari tökum og byggja svona hagkvæmara og hafa skýrar áætlanagerð. Þannig að við erum bara í takt þarna. Þú hefur nefnt nokkur atriði andafötnu sem þú vilt sjá breytast komist þú og þið til valda. Þú nefndir skipulagsmál, álögur á íbúa, eflingu íþróttastarfs og atvinnulífs að ógleymdum rekstri bæjarins. Ef við byrjum á honum, hvaða breytingar viltu sjá þar? Ég held að það þarf að vera bara svolítið skýrara línur og að sé verið að velta við hverjum steini í rekstrinum og ég talaði nú einmitt, það tengist þessum varandi framkvæmdir bygginga, að það sé svona skýrara heildari yfirlit og sért með skýrara mælaborð hvernig peningarnir að fara og áætlanir fram í tíman og það hægt að spara mjög háar upphæðir held ég með því að
hvernig framkvæmdunum áætlaðar og það sé ekki farið fram yfir þar og sé ekki verið að byggja of mikinn íburð og annað slíkt og þetta líka bara svona hvernig hinn ýmsi rekstur bæði hvernig hennum útvistað og hvernig við stundum nýsköpun í rekstrinum. Við sjáum það í nýjum tölum hérðan að yfirbyggingin aðeins stærri hér heldur en í mörgum sveitafélögum en kannski ekki mest hér en hún stærri í mörgum sambærilegum sveitafélögum. Þannig að það kannski hægt að breyta yfirbyggingu aukna þjónustu eða til að lækka álögur íbúða. Þannig að ég hef sagt það skýrt að það þarf að hagræða í þessum rekstri en leið þurfum við að tala upp svæðið og fá til fjölskyldna og fyrirtækja þannig að það eflist hér og þannig stækkar kakan, þannig að aukast tekjur sveitafélagsins. Reksturinn hefur verið bara nokkuð góður síðan 2014. Það búið að vera verulegur plús alla götur síðan. Þannig að já, sko, reksturinn hefur verið plús og ég held að tekjuflæði bæjarins sé ekkert slæmt og það búið að leggja niður. Ég held að þetta snúist líka mikið hvernig þú forgangsraða peningum. Þannig að ef þú getur farið aðeins betur með peningin og forgangsraðanum í íþróttirnar í það að lækka fasteignagjöldin og önnur álögur á bæjarbúa að þá minnkar tekjurnar. Nei, það eykur tekjurnar. Ef þú minnkar fasteignagjöldin. Já, þá vilja fleiri fjölskyldu fólk sem með hærra útsvar flytja hingað, sko. Tekjur bæjarins minnka. Nei, það aukast. Ef þú lækkar fasteignagjöldin. Já, af því þá fleiri fyrirtæki og fleiri svona útsvarshærri greiðendur sem að koma hér og flytja í sérbílinn og þannig að það verður fleiri greiðendur. Þú ert áætla. Nei, ég bara reyndi þetta sjálf, við gerðum þetta í Grindavík, við lögum til í rekstrinu, við lækkuðum útsvarfið, við lækkuðum fasteignagjöldin, við jökum framlög til íþróttarinnar, þannig að æfingagjöld barna lækkuð, þannig að öll börn óháð efnaðar gátu stundað íþróttir fyrir eitt gjald og það besti ásarreikningur alla sveitafélaga undanfarna ára og tekjurnar gerði ekkert annað en aukast. Já. Það er náttúrulega reynda mjög sérstakt samfélagi í Grindavík, þú náttúrulega reksturinn á því sveitafélagi, það náttúrulega hefur verið nánast alveg sér á parti áður en það koma rýmingu. Já, en við gerðum þetta 2010 þegar við byrjum að laga til í reksturinnum og lækka þessar álögur og reksturinn búin að vera styrkjast síðan þá. Já. Hvað með álögur ég minna það sem að þú vilt styrkja íþróttafélag framlög til íþrótta og menningar. Já. Nú hefur stór hluti af rekstri af innkomu bæjarins farið í að styrkja innviði samhliða mikli fjölgun í sveitafélaginu. Búið að byggja marga skóla og leikskóla og þannig að þetta náttúrulega ekki svakalega stór tala sem hægt að leika sér með. Já, það eins og ég kom inn á áðan, þetta svolítið forgangsröðunin og hvernig þú þarft bæði að forgangsraða peningunum og passa upp á reksturinn og svo stækka kökuna með að fjölga fyrirtækjum og fjölskyldum sem greiða hér útsvar og fasteignagjöld. En að það varandi íþróttin hef ég sagt að þetta sé þríþætt og ég segi það engin bæjarbragur nema með öflugu íþróttastarfi og það þríþætt varandi íþróttinnar. Það náttúrulega fyrst og fremst að öll börn óháð efna hafi aðgengi íþróttum. Þannig aðlagar þú til dæmis nýbúana, hvort sem sé börnin eða foreldrar þeirra miklu betur að samfélaginu. Þannig verðum við samheldara og öflugara samfélag. Þannig að þetta bara fjárfesting sem við verðum að gera. En hún mun ekki gerast einu að því að það rétt hjá þér, þetta mun kosta mikla peninga, þannig að það þarf að gera þetta yfir töluverðan tíma í samvinnu við íþróttahreyfinguna. Númer 2, að þá það innviðirnir, aðstæðan. Og þar held ég að við þurfum að hugsa það, að við þurfum að hafa mjög góða aðstöðu fyrir íþróttunar, en þar þurfa að passa upp á íburðin. Hún þarf bara að vera praktísk og gera eins hagkvæmt og hægt þannig að aðstæðan komi og meiri aðstæða en minni íburður. Og svo í þriðja lagi það rekstrar umhverfi íþróttafélagana þannig að það snýr kannski meira ríkinu en það þarf að hjálpa íþróttafélagunum að hafa skynsamlegt rekstrar umhverfi þannig að sjálfboðaliðarnir og íþróttarhreyfingi sé ekki nota miklu sínu fjármunum í yfirbygginguna þar og þá held ég að við munum sjá miklu öflugara bæjarfélag. Forseti bæjarstjórnar bent á það á bæjarstjórnarfundi daginn að framlag til íþróttamála hafi verið aukið þó nokkuð.
Já, við sjáum það sko að mér minnir þetta sé eitthvað 7,5% af var tekjum. komið í 9 held ég. Já, meðan við vorum með eitthvað 15-16 í Grindavík. Já. Þannig að og það eru mörg sko sambærileg sveitafélag kannski 12-13%. Þannig að það er hægt að gera betur þannig. Já, en finnst þér raunhæft að vera með þetta við Grindavík sem að er með gríðar stór fyrirtæki í sveitafélaginu og það er hvergi herra hlutfall útlendinga sem að eru búsettir í Reykjanesbæ sem að þannig að þetta eru alltaf hluti sem við erum að tala Hvernig finnst þér þetta? Nei, sko, varandi fyrirtækin, það er þá aðrir fjármunir sem kom til íþróttafélagana heldur en það. Þannig að ég er bara að tala þarna samning sveitafélagsins, en ég sagði sambærileg sveitafélag er kannski með 12-13%, sko, þó að það verið hærra í Grindavík. Og ég er ekki að lofa því að við finnum strax á samastað á Grindavík því að það kostar pening og tekur tíma. En við ætlum að vinna að því að komast eins langt og við getum í því en það verður heldur ekki gert nema að stækka kökuna og þá þurfum við að tala upp svæðið og bjóða atvinnulífi velkomið og liðka fyrir þannig að byggist hraðar upp og þannig aukast tekjurnar og líka möguleikar íþróttahreyfingarnar til að sækja og menningarinn og annað til að sækja sjálfsafla fé en nýbúarnir í Grindavík komin nú ljós við rýmingu og var 1/3 af samfélaginu svipað hér þannig, en við tókum bara minna eftir því út af því hvernig að aðgengi íþróttum var svo gott þannig ég held það að við munum hjálpa okkar nýbúin hér í Reykjanesbæ að aðlaga samfélaginu, bæði foreldrunum og börnunum ef við lækkum æfingagjöldin og það mun hjálpa fjölskyldufólki í Reykjanesbæ líka ef við getum unnið að því með íþróttarhreyfinguna að lækka æfingagjöldin. En hefur þú trú að því að þetta sé aðalega krónumál fyrir útlendinga að taka þátt í íþróttum? Eru þeir ekki bara minna tengdir? Það verður ekki gengið vel að fá þá inn í íþróttir á síðastliðin áratug? Já, íþróttafélagin hér og víðar land, ég nú ferðast mikið á landi sem bæði ritari flokksins og við höfum farið í hringferðan og svona. Þá er það bara bein tengsl á milli því hærra hlutverk innflytjenda í árgangi því minna þáttaka í íþróttum og hluti af því er kostnaðurinn og ég hef heyrt það frá íþróttafélaginu hér í bænum að það er allt fullt í íþróttahúsunum eða á íþróttavellinum á haustin en leið og æfingagjöldin rukku þá fækkar töluvert þannig að aðgengi kostnaður er ein mesta aðgengishindrunin önnur hindrun sem er hér að það er einhver tengsl og menningarmunur en það er líka samgöngunir við þurfum að aðlaga almenningssamgöngunir mikið betur að þessu og þetta er bara orðið álagspunktur hjá heimilunum hér bæði kostnaðarlega og streitulega séð allt þetta skuttla og sækja sko. Þannig að við þurfum að finna einhvern veginn skipuleggja hvar íþróttirnar fara fram þannig að sé auðvelt að skipuleggja öflugt samgöngukerfi til og frá því svæði og þá verður líka börnin okkar að þora að fara í strætóinn og þann þarf að ganga í takt við skólan og íþróttaæfingarnar. Það hefur oft verið talað að atvinnulífið á Suðurnesjum sé ekki nógu fjölbreytt þannig að við erum of mikið háð ferðaþjónustunni, flugstöðunni og annað og þannig að þegar það hafa komið áföll í samfélaginu eins og COVID og þar á undan bankahrun að þá hefur svona áfallega afleiðingarnar orðið vestar hér á svæðinu. Hvað er svona þín skoðun? Hvað ertu með á þínu lista, svona óskalista, hvernig hægt er að styrkja umhverfi atvinnulífsins? Já, sko, ég held nefnilega að við búum með mikið fjölbreyttara atvinnulíf heldur við upplifum, sko, og hér er gríðarleg uppbygging og ég held að fyrsta leiðin til að styrkja þetta alveg gríðarlega sem við getum að það er að benda á þau tækifæri sem hér eru og þannig að þegar að fólk talar þetta eins og þú nefnir að hér sé mikið af útlendingum og hér sé mesta atvinnuleysið og láglaunasvæði þetta er ekki hinn raunverulega stað. Hinn raunverulega stað er svo að við erum hér með alþjóðaflugvöllin sem er í miðju Atlantshafinu milli Ameríku og Evrópu með 80 tengistæði. Frá alþjóðaflugvöllin sérði hingað niður í Helguvík þar sem er alþjóðleg stórskipahöfn
og við erum með NATO starfsemi hérna hjá okkur sem í gríðarlegri uppbyggingu hverju ári og svo horfum við hérna út á Reykjanesi þar sem verið að byggja upp eitt stærsta landeldi landsins og eftir allri ströndin það þannig við erum með bakgarðinum stærstu ferðamannastað Íslands bæði Bláa lónið og svo Grindavík og svo náttúrulega allt Reykjanesið og þannig að svo bara erum við líka með hérna grænu inngarðana sem eru bara að koma hátæknistörf núna bara næstu vikur að byrja uppbyggingu. Við erum með lóðina undir Kísilverinu sem í viðræðum við fullt aðalum. Þannig að ef við segjum frá öllum þessum tækifærum, þá vilja frumkvöðlar og atvinnulíf og fjárfestar koma og vinna með okkur. Við segjum, þið eru velkomin hér eru allir innviðir, við erum með bestu ljósleiðara tengingar líka og gagnatengingarnar hér og atvinnuleysi hér líka okkur mesta tækifæri. Af því önnur svæði á landinu sem hafa svipaðar aðstæður við, þau hafa ekki vinnuaflið. Við höfum vinnuaflið og við erum átt okkur að því að stór partur af atvinnuleysinu hér ekkert á staðnum. Þetta svona eins og harmonikka sem kemur inn og út eftir atvinnuástandinu og þannig að það nú held ég oft svolítið ofreiknað. En við höfum allan vinnuafl fyrir það sem vilja byggja upp. Þannig við höfum að bjóða velkomin sem við vinnum með okkur, við munum liðka til og það hérna, þið komið hér í gott umhverfi sem fullt af tækifærum, þannig að fjárfestarnir og frumkvöðlarnir horfi meira til okkar, þá verða fjölbreyttari störf, það verða hærra launustörf og við þurfum bara átt okkur á því á hvers gullkistu við sitjum hérna. Ef við sjáum þróun þessa sveitafélags, þú ert búin að nefna nokkur atriði hérna, viltu sjá þróun einhvern veginn aðeins öðruvísi heldur en hún hefur verið undanfarna síðan bara eftir bankahrun, það verður náttúrulega mikla breytingar þá og ferðaþjónustan kom eins og við hefum nefnt gríðarlega sterk svona, og í rauninni bjarga okkur eftir eldgosið í Eyjafjallajökli og þú ert að tala að það þurfa að nýta bara tækifærin og þannig að sérðu þróun eitthvað breytast í þessu? Já, ég vil breyta henni alveg töluvert. Mér finnst þróun að vera svolítið hér og eins og við höfum einhvern veginn litið á það sem einhvern rosalega kost og gott að við verum að stækka svona mikið. Við bara byggðar hérna blokkir og blokkir og við bara fjölgum og innviðirnir okkar springa fráveitukerfið og vasskerfið, göturnar að fullar, skólarnir og þeir bara höfum ekki undan að byggja. Þetta ekki þróun sem við viljum. Ég vil miklu frekar að við beitum okkar skipulagsvaldi og fjölga hér sérbílunum. Þannig að fólki sem býr hér, það vill búa þá í sérbíli og hérna komast búa í svona minna þéttu samfélagi sem þú kemist greitt á milli staða, getur lagt bílinum og hérna annað slíkt og ég vil líka leggja meiri áherslu á það að við fáum aðeins ferðamenn og okkur íbúana til þess að sækja meira þjónustu hérna inn í bænum, þannig við þurfum líka að hugsa af litlu og meðalstóru fyrirtækjunum og þjónustufyrirtækjunum og það held ég að spili saman ef við búum til segla hérna eins og kringum svæði, ef við byggjum fleiri svona gömul hús og þannig að ferðamennin koma svolítið í slíkan miðbæ þarna að það mun bæta svona mannlífið fyrir okkur, það verið fleiri veitingahús og kaffihús og jafnvel einhverja sýningar eða svona activity fyrir og þannig að við verðum svo meira samfélag, þannig við séum frekar að þróast í það átt staðan fyrir að leggja bara áherslu að stækka en engin veit til hvers og hverju það á að skila. Varðandi þessi skipulagsmál eða þessi húsamál, það hefur náttúrulega verið gríðarlega eftirspurn eftir húsnæði, ódýrara húsnæði heldur en þessu sem að þið eru að tala að vanti og skipulagi inninni við ekki náttúrulega staðistum hluta gert af Sjálfstæðisflokknum og þar komu fjölbýlishúsin síðast. Hvernig ætlar að sjá fyrir þér en þetta kannski alltaf breyting á fasteignamarkaði en það ekki mikil eftirspurn núna eftir meðalstórum eða stærri húsum. Það langmesta eftirspurnin eftir minnsta húsnæðinu, minnstu íbúðunum. Sko, það alveg rétt, en minnstu íbúðunar þurfi ekki endilega allar að vera í henni venjulegu blokk. Að það mismunandi eftirspurn eftir stærð þannig að 80% af fólki vill búa í einhvers konar sérbýli og þannig að og ég veit það bara fyrir víst að fjölskyldufólki sem kannski komið með 1, 2 og jafnvel 3 börn þau kaupa ekki nýja blokkaríbúð, þau bara kaupa helst ekki nýbyggingu, þau vilja kaupa notað sérbýli
og þá þurfum við kannski frekar að byggja ný sérbýli, minni sérbýli, þar sem að fólk sem að börninu flógin og hreðrinu geta flutt í og losa sérbýli, þannig að það geta flutt inn að hverfis og annað slíkt. Og ef að við höfum nægt lóðaframboð og sleppum þessum innviðagjöldum og lóðakostnað og öllu saman fyrir sérbýli hér, að þá getur fengið sérbýli á ódýrara hér heldur en blokkaríbúðin á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þá ertu alveg uppfylla bæði. Þá ertu að uppfylla að þú fær sérbýlið á viðráðanlega verði en ekki of margir fermetrar. Og það er íbúðir sem eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu. Það eru stórar blokkaríbúðir í nýbyggingu. Þannig að það er akkurat eftirspurnin, það er ungt fjölskyldufólk sem vantar þessar íbúðir, en þau kaupa bara ekki nýbyggingu í blokk. Það er bara margsannað. Þannig að því að vanta slíkt frambóð í Reykjanesbæ og Suðurnesjum. Já, ég vil að þannig þróist Reykjanesbær, en ekki við séum bara að byggja hér blokkir til þess að fjölga íbúðum. Og viltu eiga fund með verktökum þetta mál? Já, ég bara... Hvernig sér þetta fyrir þeir gerast? Ég sé bara að þetta snýst skipulagsmál, þetta snýst það hvaða lóðir þú setur á skipulag hjá þér og það er bara lögbundi eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar á að setja upp nýtt aðalskipulag. Þannig að við munum bara þróa þetta í því aðalskipulagi og við höfum nægt land hér á svæðinu, þannig að við þurfum ekki óttast það sé ekki pláss fyrir þetta. Svona kannski í lokin, uppröðun á lista, hvernig svona horfir þú á félaga þína sem voru að berast við oddvita sætið? Viltu sjá þá á listanum? Hefur eitthvað rætt þetta við þá? Við Ásgeir Elvar og Unnar Stefán? Já, sko, þetta var leiðtogaprófkjör og það var að kjósa fyrsta sætið og þeir voru gríðarlega öflugir og flottir og hafðu mikla og öfluga stuðningsmenn líka, þannig að sjálfsögðu væri fengur að hafa þá á listanum. Og svo mun ég líka að horfa þannig á það að við erum að fara að vera sem hópur, þannig að sumir geta átt vonaði að verða bæjarfulltrúar en aðrir munu vera í öðrum hlutverkum og þá erum við bara að horfa á listan í heild sinni, hvernig við skiptum því, þannig að þetta er bara mjög spennandi verkefni framundan og verði út fyrir úrslendinganefndina og við búum svo vel að því í stórum og öflugum flokki eiga úrvalslið, þannig að við þurfum að velja á milli. Er búið ákveða að blanda saman þessi svokallega fléttulista eða er það eitthvað ákveðið? Nei, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn mun aldrei ákveða það að hafa eitthvað fléttulista sko, en við munum að sjálfsögðu taka tillit til ýmsa breytna eins og kynja en hjá okkur gildir það bara að það er eftir styrkleikum hvers og einstaklings sko og við vinnum með einstaklingin í okkar þó að við séum ekki að fara að stilla kannski 5 konum og eftir mér eða 5 köllum sko. Það mun ekki gerast. En viltu sjá félagina 2 ef fyrir að skoða því að hafa þá ávala á lista? Já, ég hef alltaf sagt það að það er bara þið fengur af því sko og svo bara þurfum við einmitt að sjá hvernig uppslendinganefndin og fulltrúaráðið telur að hvað þýðir ofarlega og hvað menn eru tilbúin að leggja á sig sko, af því að þetta er náttúrulega líka mikil vinna að fara í svona framboð og þetta er ábyrgðarmikil hlutverk sem er að taka að sér, þannig að það er alltaf orðin óþreyja í Sjálfstæðisflokknum að komast aftur til valda í Reykjanesbæ, er það ekki? Jú, við teljum okkur hafa bara mjög skýra sýn og okkur klæðir í fingurnar að fá að koma henni í framkvæmd eins og við höfum farið fram á en það verður held ég samt líka bara gert í góðu samstarfi við alla bæjarstjórnina og ég held að í svona nærsamfélagsmálum eins og sveitarstjórnarmálin eru að þá án að vera hægt að vinna mjög stóran part af þessu málum í mikilli sátt innan bæjarstjórnarinnar. Bara svona í blá lokin í stuttri upptalningu hver eru stærstu máli núna í þinginu gagnvart Suðurnesjunum?
Já, stærstu málin náttúrulega samgönguáætlunin núna og þar erum við með mörg stór mál varandi náttúrulega Reykjanesbrautina og svo líka bara flóttaleið hérna eins og gegnum Nesveginn og það eru atvinnuuppbygging þar og annað slíkt. Sjóvarnir mjög mikilvægt hérna og svo líka bara veginir hérna til nágranna sveitarfélagana og svo hafnamálin, gríðarlega mikilvægt. Svo erum við náttúrulega búin að vera að vinna lengi í því að fá landhelgisgæsluna hingað og ég vann minnisblað fyrir það og ég vona að það fari að klárast að landhelgisgæslan komi hingað í Njarðvíku höfn. Þannig að það er gríðarlega stórt og svo náttúrulega er bara þessi efnahagsmál snert okkur mikið að ef að bæði ferðaþjónustan og þessi vörugjöld og kílómetrugjöld allt það er náttúrulega mikið að starfsemi bílaleigna hér og tengt þessu. Þannig að 5% verðbólga og möguleg vaxtahækkun er ekki góð fyrir okkur, þannig að það er líka mjög stórt atriði sem er í gangi á þinginu og svo er náttúrulega verið að klára bara í dag líka á þinginu afturköllu verndar, þannig að þessi útlendingamál þau skipta máli og ég vona að ríkisstjórnin fari að koma með þessi mál og þá skiptir máli líka móttökumiðstöðin og brottförumiðstöðin og ég vil taka það fram að það verður líka verið að loka úrræði upp á staðsetningu og annað að það verður að virka og hérna við höfum sagt bara í stjórnarandstöðinni í þinginu að það mun ekki vera nein fyrirstaða okkur í þessum málum og við munum hérna gera það og svo lokum við líka segja orkumálin. Þau mega ganga hraðar á þinginu og þar viljum við ganga mjög ekki eins og við bjugum við, það var hérna andstaði í stjórnarandstöðinni en það mun bara vera stuðningur hjá þessari stjórnarandstöðu við orkumálin. Voruð þið ekki með andstöðu í ykkar samstarfsflokki? Jú, og leið og þau sögðu að vera algjör stopp komið, þá slitu við ríkisstjórninni sama stað, en að því að orkumálin, því meiri orkuöflun sem fer á stað, því hraðar geta atvinnutækifærin hér byggst upp, sko. Að því að nú erum við á Suðurnesjalínu 2, þannig að orkumálin tengjast okkur mjög mikið hér. Heyrðurðu mikið í svona undirbúningi fyrir leiðtogaprófkjörin núna þegar þú ert að hitta fólk og annað þessi útlendingamál, það var svona verið ýmis konar umræði kringu þau hér í sveitarfélaginu? Ég heyrði mikið það og það sem að fólkið hefur svolítið áhyggjur af að það eru ennþá hælisleitendur og aðrir hér sem að skapa svona ógn og það finnst mér ekki gott af því að auðvitað viljum við taka vel á móti fólki og annað slíkt en það skapar fordæma ef að fólk er hrætt við þú er ekki að fara í strætó og ef að þau fái að stunda í sundleginni svona óeðlilega hegðun og annað slíkt þannig við þurfum að setja skýr mörk við þessu þannig að fólki líði vel hér í samfélaginu sínu og þá held ég öllum líði betur þannig að þarna þarf að setja skýra leikreglur og við þurfum að finna góða leið til þess að styðja starfsfólk hvort það sé strætósins eða íþróttamannvirkjana annað til þess að koma svona reglu á þetta að þá held ég að öllum geti liðið betur hér. Ertu bjartsýnn á að þú verðir setjast í bæjarstjórastólinn í maí? Já, ég er alltaf bjartsýnn og er tilbúin að leggja á mig mikla vinnu til þess að ná árangri og líka bara með þennan öfluga hóp sem er með mér að ég kemst ekkit lengra heldur en fólki sem er bak við mig og ég er með gríðarlega öflugt fólk með mér í þessu og allir velkomnir að koma með okkur í hópinn þannig að það er engin útilokaður í okkur þannig að ég bara fer bjartsýnn inn í þetta. Takk fyrir að gangið vel. Takk fyrir mig. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið og bendum ykkur á að það er fjölbreytt efni á vef vikufrétta.is. Verið sæl.